komin í Ímus í Kópavogi og hér er hann Frans, sæll Frans, takk fyrir að fá okkur í heimsókn. Já, takk fyrir að koma. Herra, við ætlum að tala um meltingargel, en þið eru að selja til apóteka og sjúkrahúsa, er það ekki rétt hjá mér? Jú, við erum bara að sérhæfa okkur í svona heilbrigðisvörum í sjálfu sér. Já. Og ein af þeim er svona það sem hét einu sinni, Silikol, meltingargelið, heitir núna Resilika. Í sjálfu sér er þetta sama varan og við vorum með hérna og búin að vera markað hér á Íslandi held ég síðan 91 svipum tíma. Og þetta er framleiðandinn breyttum nafn og nú ætlar hann að búa til nýja línu þannig að við höfum von á svona breiðri línu með haustinu, alls konar snyrtivöru og heilbrigðisvörum sem að nýta sér kísilinn, þetta undiræfni. Resilika, þessi nýja gamla vara, er vara sem að fókusar á meltingaveginn og þarmana og þannig að lykilatriði stundum verður bara fyrir því að vegna veikinda eða eitthvað sem við borðað eða bara vegna elli, bara maginn og sýrurnar, að þá kemst ójafnvægi bæði á magann og þarmana og þá þarf að laga það og helst með eins einföldum og skjótum hætti og hægt og þar kemur Resilika rosalega sterkt inn. Já. Þetta er ætlað bæði til vegna brjóstsviða, bakflæði, ógleði, uppköst, vindgangur, magaverkir og bara ónót svona sem við köllum garnaertingu bara. Já, einmitt. Ætlað til þess að leysa öll þessi mál og ég verð til dæmis að segja að þegar maður fer til dæmis erlendis, það er rosalega gott að hafa svona með í farteskinu vegna þess að þar fer maður í nýtt fæði, öðruvísi krydd og annað slíkt og oft gerist það að maginn fer á hliðina. Síðan gerist það náttúrulega líka hérna heima yfir sumarið þegar við grillum eða þorrablótin eða reykta kjöt á jólun. Allt sem kemur maganum í uppnám og kosturinn við Resilika er að þetta klæðir magan að innan og bindst innihaldinu. Okay. Og síðan þegar þetta er búið að bindast innihaldinu og neutralisera það, þá fylgir þetta því út þarmana og síðan bara losum maður sig við það. Og þetta kosturinn við Resilika er hversu skjótt þetta virkar. Já. Þú tekur þetta inn og þetta fyrir strax að vinna. Þetta er í því formi sem það þarf að vera til þess að virka eins fljótt og hægt er. En svo er kaupaukinn, það er eitthvað kaupauki sem að fylgir, er það ekki? Jú, nú erum við að kynna nýja nafnið sem er Resilika. Gamla Silikolið heitir núna Resilika og núna verður, á meðan birgðir endast, ný pakning í 200 millilítrum, þar sem við erum að bjóða 2 fyrir 1. Það er að segja 50% afslátt og við erum með mynd af gamla kassanum hérna og síðan nýja. Þannig að þetta er kaupauki sem er núna í boði bara verður í öllum apótekum. En svo er eitt annað sem við ætlum að ræða og það er ofsvitnunar vandamál. Nákvæmlega, sem að margir glíma við. Já, þetta er hvimleitt vandamál. Þetta er í sjálfu sér mál sem að það er enginn sem gerir þetta viljandi. Við vitum að fólki í kringum okkur sem eru með mikla líkamslykt, en það er enginn að leika sér að þessu. Við erum með vöru frá fyrirtæki sem heitir Perspigard, sem er breskt og sérhæfir sig í vörum tengd ofsvitnun, bæði 1 og 2. Málið er það að þegar við erum bara með svitavandamálið, þá er þetta sem stoppaða með svitastoppurum. Og þá er Perspigard með svitastoppara sem er í sprayformi, sem að 50 ml flaska sem að er þetta spreyja og dugir að spreyja á 3 daga fresti að kvöldi til fyrir svefn og þá virkar það nóttina, virkar best þegar líkaminn er í dvala eða hvíld, þá var það virkast og það er mestur árangur með efninu en stundum virkar þetta bara ekki. Þetta er ekki nóg og þá er ástæðan svo að við erum með bakteríusýkingu utan á í jarðinum og þegar að bakterían kemst í samband við svitann og fyrir að brjóta niður, þá kemur alveg svakaleg lykt. Það er hægt að gera þetta þannig, þetta er sturtusápa, þú þværð meðferðarsvæðið og nota síðan svitastopparann. Síðan verður að endurtaka það, nota bakteríusápuna reglulega og síðan svitastopparann inn á milli á 3 daga fresti og þannig má vinna bug með á þessu og líta á þetta sem meðferð. Hvar fæst þetta, Frans? Sko, Perspigard fæst í, held ég bara flest öllum verslum lyf og heilsu og öllum sjálfstæðu apótekunum. Okay. Þannig að, en
Sápan er einvörðungu í sjálfstæðu apótekunum. Já. Hún er til í held ég öllum sjálfstæðu apótekunum, Já. en sem sagt Lyf og heilsa er þar ekki með sitt að stoppa hann. Það er bara málið og hér er lausnin. Já, hún er þarna, Perspigard. Já, Perspigard, já. Herra, takk Frans fyrir að fræða okkur meltingagelið og svita stoppara kombóið og bara allir út í apótek og fjarðarkaup, það ekki? Jú. Takk fyrir. Takk hérlega.